Hún fyrsta barn okkar og við kveiktum ekkert á perunni með þetta. Hún sá aldrei neitt, einmitt maður bendin á fugla eða bendin á eitthvað og hún var einhvern veginn alltaf bara, ég held hún var svo utan af sig. Það líka, mamma sagði eins og heyrðu Freyja, náði ég þetta undir borðið? Og það ég alveg, hvað er ég að ná í? Ég sé það ekki. Þannig að, og líka á leikskólanum voru alveg vísbending, hún var svona mjög léleg í fínhreyfingum og svoleiðis. Þannig að bara, við heldum hún hefði bara engan áhuga á því, sko, en svo þá sá hún fékk fyrst gleraugu +8 held ég. Já, það var fyrstu gleraugun. Og svo hélt það bara á hverju ári alltaf sterkari gleraugu og var komin upp í þetta 10,5 og 10,75 á síðasta ári. Og notaði gleraugu alltaf, bara allan daginn og í íþróttum og öllu bara. Þannig að þetta var rosa mikill munur. Við náttúrulega vissum ekkert hvað vorum að, í raun og veru, við kunnum að mátti búast þannig, en fyrsta daginn bara sá hún, þú veist, eiginlega ekki neitt og þegar við vorum að gera fyrstu æfingarnar. En við gerðum bara, þú veist, það var svona einfaldar æfingar og maður bara, já, ok, þetta er eitthvað svona sem maður sá alveg að maður gæti gert og vel útskýrt og farið yfir, maður var ekkert óöruggur með að framkvæma þetta þannig. Þannig að svo gerðum við á laugardeginum, eftir fyrsta daginn og gerðum við æfingar og við sáum strax mun. Þannig að það var náttúrulega svo spenntur. Þannig að þetta var svo fljótt að koma einhverja framfarir. Já, fórst strax svona niður í eitthvað 10 eða eitthvað á litla kortinu, sko. Þannig að maður sá strax svo mikið mun á því. Við gerðum æfingarnar þarna, já, bara mjög reglulega fyrstu 2 vikurnar. Gerðum alla daga, einhverja daga fyrst gerðum við 2 á dag jafnvel. Og það var nú mjög fljótt að þetta fyrir. Og hún losnaði, þú veist, hún bara eiginlega sleppti gleraugun sjálf bara við að fara í skólan og svona. Við sendum hann alltaf með gleraugu, hún notaði gleraugu, ég talaði við kennarinn upp og hún notaði gleraugu, þú veist, við lestur og þegar hún var að vinna svona nálægt sér, en var laus við þau í öllu öðru eins og í listum og þú veist. Þegar ég var að hjóla þá sá ég eiginlega engan mun. Því að þú veist, ég var búin að vera með þessi sterku gleraugu og svo sá ég bara alltaf eins og ég var með þessi gleraugu. Nema, þú veist, mér finnst það svo ég sé með gleraugu, nema það bara laus. Þið? Hún bara, eins og ég segi, hún hefur gert þetta voða mikið sjálf. Þú veist, að losa sig bara við gleraugun. Langaði líka svo mikið að vera ekki með gleraugu. Það er alltaf, þú veist, það er rosa mikið hvati hjá henni. Og svo finnst mér líka bara, þú veist, bara svona mímikinn og, þú veist, bara maður sér augun á henni, þú veist, og allt augnatillit hefur breyst svo mikið. Það var orðið náttúrulega með svona sterk gleraugu og var svo orðið svo flott einhvern veginn. Þannig að okkur finnst þetta alveg frábært.